Sæll Vignir Sigurðsson. Sæl og blessuð. Bóndi, tamningamaður og tilheyrandi. Já. Í Hemlu. Allt sem því fylgir. Já. Já. Heyrðu, þið hafið komið ykkur bara vel á stað í ræktun og fullt af góðum hestum, merum, græðistum og geldingum. Já, það er svona að koma eitt og eitt allavega, maður vill alltaf meira reyndar en það er vonandi eitthvað meira á leiðinni bara. Já. Hvað er svona uppáhald í þínum huga? Það var ég ekki að meina einhvernir á blaði, heldur svona það sem þau eru stoltust af? Ég skal ekki segja þeir, það er náttúrulega bara svona þessi betri hross sem hann komið fram, maður er mjög stoltur af þeim. Já. Það eru náttúrulega klárar sem allir þekkja eins og Ómur og Heljar og Hemlu, þetta er náttúrulega frábæri alhliðahestar. Já. Stórir og svona mikli gripir. Já. Og svo eigum við nokkra fyrstuvölna hrissur og maður er voða montinn af þeim. Já. Öllum. Og hver hefur svona sinn karakter og maður er skotinn í einhverju í öllu, skilurðu. Það er einhverju í hæfileikum eða karakterinn eða eitthvað svona sem manni finnst spennandi og það er svona, betur fyrir þau ekki öll eins, sikkur mótinu svolítið. Hvað er svona uppáhaldsstóðastunir sem þið hafi verið að nota núna síðustu ár? Ég skal ekki segja, við höfum nú farið svona vítt og breitt í kannski engin einn sem stendur upp úr þannig svona, við höfum verið að grípa í að nota hesta sem að okkur finnst vera rúmir. Já. Og þó ég sé klárhesta sjúklingur þá nota ég nú nánast eingöngu, já alveg eingöngu fingálshesta. Já. Og svona legg mikið upp úr fasi og góðu tölti. Já. Klárhesta sjúklingur segir þið. Hvernig finnst þér þá, nú hefur verið umræða svolítið varðandi klárhestana inn í kynbóndamati hjá okkur og já, bara einhvernir almennt að þeir kannski ekki sénsið í bestu alhliðahestana. Hvernig finnst þér, hvað finnst þér þetta? Finnst þér að þurfa að breyta ykkur? Á góði klárhesturinn á hann að geta skákað alhliðahestinn. Ég er að spyrja þig. Það er spurningin. Það er náttúrulega eins, ég held að séu jafn margar skoðanir á því eins og fólkið margt. Ég veit ekki, ég er nú búinn að skoða þetta svolítið mikið. Já. Og ég held að klárhesturinn sé ekkert að bíða skarðan hlut frá borði eins og kerfið er. Ég lagðist yfir þetta í haust og ég sá ekki þessa afburða klárhesta, þeir eru bara ekki til. Það var ein hriss á landsmótinu algjört gull klárhestur, Eldjárnsdóttir, efst í 500 flokki. Já, fura. Það er upptalið, að mínum mati. En þú ert með, segjum við svo, þú ert með jafnfætis meri með 7-90 klárhessu með 9 fyrir tölt og 9 fyrir brokk og síðan ertu með alveg með 8, 10, 12, 15. Hvor hrissuna setur þú í ræktun? Ég get ekki sagt það nema sjá þær eða pröfa þær. En heldur að þeir sem hafa kannski ekki vitað því eða innsennum myndi svona, heldur að fólk séu almennt að selja frekar klárhrissuna og eiga alhliðahrissuna því að það er náttúrulega staðreynd að kannski það sé erfiðara að selja alhliðahestina heldur en klárhestina. Ég er svona aðalega að fiska það upp úr þér. Já, sko, mín reynsla er sú, það er ekkert mál að selja alhliðahest ef hann er góður. Nei. Það er of mikið verið að reyna að tutla upp meðal alhliðahestum. Já. Það er málið. Og fólk er mikið að reyna að selja svona meðalhestin í alhliðahestum. En það vilja allir kaupa topp alhliðahestin og það vilja allir kaupa topp klárhestin. Já. Það er engin munur á því finnst mér. Nei. En svo það eru kannski fleiri sem að handla klárhestin. Já. Heldur en alhliðahestin. Það er kannski málið. Þess vegna eru fleiri klárhesti. Já, og kannski sérstaklega þeir sem eru kannski að byrja frekar í keppni og annað. Já, byrja í fjórgangshestinu, með 12. Fimmgangurinn er svona meira fyrir lengra að koma? Já, 8 á tíðum alltaf. Hvað finnst þér nú að gera ykkur breytingar varðandi kynbótakerfið og lesa upp byggingadóma strax og hækkanir? Hvað líst þér á það? Frábært. Alveg frábært. Það er náttúrulega, það er alveg sama hvað það er hjá okkur. Við megum ekki halda
allt sé fullkomið. Nei. Það er bara þannig. Þó við eignumst góðan hest, þá viljum við alltaf að næsti verði aðeins betri og kerfið hjá okkur, ég held að það er gott að byggja á þessu kerfi sem við höfum og auðvitað getum við bætt það og þarna kemur svona smá fítur sem við erum að bæta við og ég held að öll svona þróun er bara jákvæð. Já. Og þetta er bæði fyrir ræktandan og áhorfandan og knapan er til dæmis bara þetta litla atrið, þetta skiptir heilmiklu máli. Bæði upplestur á byggingadóm og hæfileikum eða hækkunum í yfirlitssýn. Líka munar náttúrulega álag, hlýtur að muna álagi, þú fer ekki 2 skeiðspretti eða 1 dugar. Já, og oft eru menn að ríða of mikið töll líka og búnir að hækka það kannski. Já, fyrir löngu síðan. Fyrir löngu síðan, já. Það er svona bara, þetta er mjög jákvætt og við þurfum náttúrulega bara endalaust að vera á tánum og skoða alla hluti hjá okkur. Við megum, ég held að sko, fyrsta merkið stöðnun er þegar við erum bara fullkomlega ánægð með allt. Þá held ég að þá erum við farin á stað. Þá erum við vondum málum. Þá erum við slæmum málum, já, ég held að. Vignir, varandi áverka og annað, þú vorum aðeins að ræða það, við viljum að skoða því. Já, ég held að það sé svolítið hættulegt að kenna ykkur einu áverka. Já. Og það er að segja, það er svona, það er léttasta leiðin hjá öllum að kenna knöpunum Það eru þeir sem sitja á baki og krefja. Ung og eldri hross náttúrulega líka, en ég held að við þurfum svolítið að skoða af hverju eru hestarnir sýndir svona. Mín skoðun til dæmis á töllkeppni, það er til dæmis búið að vera að tala mikið áverka í töllkeppni, sérstaklega í munni. Þar tel ég að töllkeppni, hún er ekki dæmd eins og hún er sett upp. Það er hreinar línur. Það er til dæmis hægatöltið er riðið of hægt orðið og hraðabreytingarnar eru riðnar of hratt upp og hratt niður. Þú varst nú heimsmeistari í tölti, eins og nei. Það er hest sem aldrei var sára. Nei, en hvernig hefur þetta breyst? Ef þú bara berð þetta saman, þú veist, þá og núna, eigum við að fara tilbaka og hvernig kröfur viltu þá gera frekar? Hraðara hægt tölt og... Örlítið hraðara hægt tölt. Já. Hægari uppkeyrslu á hraðabreytingu og hægari niðurkeyrslu í hraðabreytingu. Já. Dómarar, sko, einhvern veginn virka, sérstaklega íþróttadómar oft á tíðum, það er eins og þeir gleyma hvað þeir eru að dæma, skilur. Þeir hrífast af einhverju persónulega skítt með leiðarann sem þeir eiga að dæma eftir. Það svona virkar þannig og ég hef verið þulur á mótum og ekki skilið hvað fyrir í gang og jafnvel yfirdómari situr við hliðina og ég spyr hann og ég fæ ekki svör. Nei. Þannig að það er eitthvað að og það þurfa allir að taka til hjá sér og skoða máli. Það er ekki bara knapparnir. Nei. Oft er þetta svona ákveðin stemning, maður hefur náttúrulega oft séð það á svona stórmótum, bæði kynbótadómum og veist að það er svona viss stemning sem skapast og allir hrífast með og síðan er svona að fara að skoða hlutinu kannski eftir á og þá var þetta ekki alveg eins gott eins og það var þegar var öskrað og hrópað og flauta. Ekki síðri stemming á handboltaleik til dæmis eða fótboltaleik en dómara þeir reyna nú að svona dæma nokkurn veginn eftir reglum. Þrátt fyrir að áhorfandinn öskri og púi og stundur leikmenni líka. Já, og leikmenni líka en það er góður dómari, hann náttúrulega dæmir eftir leiðara. Já. Ekki eftir eigin þó að svona eigin skoðun hafi náttúrulega alltaf eitthvað en leiðarinn hlýtur að ráða. Já. Ég held það. Já. Og það er kannski þurfum við að skoða reiðkennslu líka. Ég meina, af hverju svona munnsæri mikið og sérstaklega virðist vera þegar fólk er að ríða hægt tölt. Er verið að hóða mikið á taumnum? Þetta virtist vera eins og þetta leit út þarna á landsmótinu og þá virtist þetta koma þegar að leið á keppnina. Þegar eftir því sem að bestu hestandi fóru lengra að þá jukust sæðindi. Er það vitað? Já, það voru miklu fleiri, þeir hestar sem voru komnir alla leið úr slit, þeir voru sárari heldur en þeir sem byrjuðu. Þannig að þarna er búið til ykkur ákveðin aðstæður þar sem greinilega meiri þrýstingur heldur en eru heima.
og eðlilega ríða knappar, ef þeir fá góð einhvern, þá ríða þeir þannig. Það er bara... Já, er það líka ekki alltaf aðalmálið? Menn ríða náttúrulega það sem þeir það sem ná tölunum. Það er bara þannig. Það er bara eðlilega. Já. Hvað merkilegast í svona á lokum húsinu það er mest spennandi sem er stefnt með í dóm í ári eða næsta ári? Já, maður svo sem veit ekkert hvað fyrir dóm núna þetta ári. Við erum með svona stærri hóp af hrossum áfjórðaður úr okkar ræktun heldur við höfum verið með undanfarin ár. Og ég svona er búinn að býta það í mig að ég leyfi ungur hrossunum að koma á þeim hraða sem þeim hendar. Ég er ekki að stressa mig í að þetta verði að sýna. Ég frekar sýni þau 5 metra En ég er með fóla undan Ágústin sem leiti, stóran og myndalegan, flott gengan alheiðahest sem ég hef mjög mikla trú á. Og það er svona skemmtilega blanda. Ég hreyfti Ágústínu sinni þegar ég sá hann fara í sinn hæsta dóm, mikill afkasta hestur og rúmur og hrengingur og öllu gangi og átti gullfallega hrissunda Andor Frey, fyrsturinn hafði verið. Hélt henni undir hann og sýnist ég að sé að fá ofsa skemmtilega blöndu. Hann er svona, Andor er mikill uppáhaldshestur hjá mér, sérstaklega upp á tölt og geðslag, alveg sko, ég hefði ekki honum 10 fyrir það ef ég mátt dæma hann sjálfur. Já. Ég held ég sé að fá þarna, svona, það er nú ekki oft sem maður hitti kannski á að fá blönduna sem maður hugsa sér, er með í kollinum. Já. Er maður ekki alltaf með draumahesti þegar maður heldur og þá er maður alltaf með einhverja mynd? Jú, en svona allavega það er búið að temja hestin síðan í nóvember og það kom strax í ljós þetta ofsalega jákvæða geðslag, nákvæmlega eins og Andvari var í minningunni allavega. Já. Og þetta frábæra tölt. Já. Og þetta er alhliða hestur, þannig að en hann fær að koma á sínu hraða. Það er verulega spennandi hestur. Það er spennandi að sjá hann þegar hann verður tilbúinn í sviðsljósinu. Já, ég vona það. En bara kæra þakkir fyrir spjallið, Vignir. Takk fyrir komuna. Gaman að kíkja á þig. Takk.